Komið sæl, heyrðu, ég er reynda búinn að vera í ættfræði þessi ég er 15 ára gamall eitthvað svoleiðis og búinn að skrá mína ætt alveg hægur og vinstri og ekki hvað. Allavega margar aldir aftur í tímann og ég get ekki verið íslenskari heldur en íslenskt er. Ég fór að skoða gagnagrunn hjá Íslenska erfðagreiningu og ég komst sums staðar alveg fast að landnámi sums staðar og mikið svona gögn kringum 1400 og það er ekki eitt einasti útlendingur í ættinni minni sem forfeður og ég ákvaða þá að það er svona í kjölfarið að fara þá leið og gera svona DNA. Þannig málum vexti að ég get ekki fengið að sjá móður mína og hennar móðir og kolli en ég get farið í karllegginn síðan ef það verður mjög svona athyglisvert svona efni sem kemur út úr þessu þá var ég mjög gaman einmitt þá myndi ég ræða við systur mína eða móður og byrja hann að taka líka svona DNA og þá fæ ég heildartréð frá henni móðurlegginn alveg og síðan föðurlegginn og ég vil meina það að miðað við mínar færslur sambandi við mína ætt forfeður að þá get ég vel trúa því að samkvæmt þessum skráningum að ég sé af írskum ættum miklu meira heldur en norskum ættum þar sem ég svona miðað við þá skráningar þá til þetta Þórunn Hyrna hún er formóðir mín samkvæmt öllum skráningum sem ég hef séð síðan er örlítið náttúrulega sem kemur náttúrulega frá Noregi en ég vil meina að ég sé svona meiri íri kelti jável en síðan svona gaman að sjá hvað það kemur til að ná langt aftur það eru svona 3 stór fyrirtæki sem hafa verið að veita fólki aðgang á svona DNA ég til að mynda var að fá þetta hérna núna MyHeritage heitir þetta fyrirtæki ég er þegar búinn að skrá svona inn á heimasíðunni hjá þeim gagnagrunn svona ættartré og búinn að fá þegar svör frá Danmörku og Noregi fólk sem vil fá að tengja sig við minn grunn þetta er greinilega einhverjir fjarskyldir ættingjar ég hef ekki hugmyndum, hef aldrei heyrt talað um eitt en eitt en gafin þessu samt en með því að taka þátt í þessu þá sendi ég einu svona strókur sem ég þarf að taka inn á einhverju kynninni og senda til þeirra og það eiga að líða svona 4 til 6 vikur þangað því ég fæ niðurstöðu og þá getur vel verið að finnist einhverstað út í heimi einhver sem er með svona svipað DNA og ég eitthvað sem þú veist sama byggingi ég fattaði ekki alveg hvernig það virkar allavega og það eiga að vera svona þeir sem eiga að vera með sama DNA og ég en það er engin eins náttúrulega en síðan í kjölfarið getur maður verið að finna einhverja svona fjarskipta ættingja og það er líka þannig að þetta alltaf kostar allt og ef maður vil fá meiri upplýsingar og geta bætt endalaust við ættartréð sitt þá þarf maður víst að borga á þessa síðu sem ekki sem bara gott og gilt og þetta er svakalega vinna bak við þetta og svona en það sem ég tel mig að vera það pjúran Íslending að mér dauðlangar að sjá svona hvar erlendur ættir nú koma inn á hvaða tímabili hvort að það sé bara allt bara nánast landnám eða hvað af því að þetta DNA það er að rekja það fleiri þúsund ár aftur í tímann og svo getur vel verið að ég sé komin bara úr svörtustu Afríku upphaflega eða eitthvað svoleiðis það er svona gaman að sjá hvað kemur út þessu en ég mun láta ykkur vita og sýna ykkur niðurstöður við erum í sambandi Jæja, heyrðu þannig málum veist að ég er staddur hérna í dag að þegar ég var lítill þá hafði ég rosalega áhuga á svona víkingum og dóti og svona hvað maður kæmi svona og við áttum heima hérna í Helgabarðsstræti 51 og þar er hérna
á klöppunum fyrir neðan stytta af Þórunni Hyrnu og Helga Vagra, landnámsfólki og ég hef alla tíð haft áhuga hvað mann kæmi og svona eitt og annað. Síðan ég 1994 þá kaupi ég hérna íbúð. Það bara næsta hús við og afa, Helgabragstíg 1953, þegar maður er komin heim aftur og maður sér alltaf þessa blessu styttu hérna niður á klöppunum. Ég hef alla tíð haft áhuga á ættfræði. 15 ára gamall byrjaði ég að skoða hverra manna ég væri og ég hef alla tíð haldið að ég væri töluverður svona íri í mér. Haft gaman músík og mikið af mínu fólki rauðbirkið og svona eitt og annað og hérna, haft hugmyndir sem að væri kannski Skandinavi en meiri íri taldi ég að ég geti verið svona, meiri íri og síðan í kjölfarið núna hvað á að segja, síðustu 5 ár hef ég, þegar ég fór aftur svona að pikka inn ættfræði og mína forfeður skoða þetta hægri og vinstri þá þarna sá ég alltaf meira og meira hvað ég væri mikill Íslendingur, snjóhvítur eins og albönói og búinn að reyna að rekja mína ættir mjög lágt aftur og allstaðar ég Íslendingur. Bara, eins lágt að ég mögulega kemst, svona, sumt fram á landnámi. Þannig að ég ákvaða hérna skrá mann síðu sem í Bandaríkjunum, sem heitir MyHeritage og þeir senda svona DNA kit. Og ég tók strókur á kinnunum, sendi út og búinn að bíða 5 til 8 vikur eitthvað svolítið eftir niðurstöðu og það verður gaman að sjá hvað kemur út fyrir. Ég hvíti maðurinn eða ég svarti maðurinn eða ég guli maðurinn? Nei, ég tel nú ekki að sé neitt svona skáugt augnaráð í minni fjölskyldu með austurlúska blæ. Kvenfólk í minni ætt hafi lítið viljað vera með slæður. Þannig að ég sé ekki bara íri og einhver smá Skandinavi. En fyrst og fremst ég Íslendingur og ánægður hvaðan ég kem. Og þarna við bíðum bara eftir að sjá niðurstöðu. Jæja, þá komum við að því DNA niðurstöðurnar með mitt forfeðratal. Ég íri eða ég Skandinavi? Ég skáeður eða móeður? Nei, smá djók. Kíkjum allan á þessi þessa niðurstöðu. Það gaman að vita hvað kemur út úr þessu dóti. Ég frá fyrsta lagi hélt ég væri meir íri með hvað mikið af rauðhærðu og rauðbirtu fólki í minni fjölskyldu. Skoti, ég sátti við það. Hægis! Ég veit ekki sláttur gott. Wales, þeir ágættir í fótbolta. Geta nú voða mikið meira. Ég veit ekki. Nei. En íri, ég sáttur, mikið öli gott. Þjóðlega músík góð. En 7,4%, ég hélt virkilega að væri meira. Skandinavi 90%, ok.
En það kemur líka að ljósa, ég komin að þeim landnámsmönnum sem hérna í kendi við Eyðifjörð, Þórunn Hyrna og Helgi Magri, Norður Afríka, 1,5%, Líbía, Gaddafi væntanlega frændi mér þó. Og hérna, nei, svo það Nígería, ég held hérna það var náttúrulega bara skreið sem væri þangað, 1,1%. 1,1% Nígeríugæi. Ég er svo hvítast í heimi að þarna eins að albinói myndi sko blikna við hliðina á mér sko. Vá! Ég var að kíkja aðeins nánar á þetta hérna, sjá hvað. Vá! Ok. Kíkjum aðeins hérna. Herðu, ok, hérna eitthvað. Family tree, ok, sko geta, ég bjó til framækta tré inn í forriti sem þetta fyrirtæki býður upp á. Þar er ég komið með vel yfir 2000 einstaklinga og það er alltaf gaman einmitt að tengja við þetta og hérna höfum við. Já, tökum kallinn hérna niður aðeins, hann er eiginlega fyrir. Sjá. Hérna er hvað? Þórunn Auðuga, 870, og þá stætti í. Já, sæl. Hvað fokkis gamalt þetta maður. Skulum sjá. (840) (761) í Noregi. Jæja. Ég ætlar að næra ekki ætti mínu þangað alveg. Já, ekki að hjá einhverja Hallbjörn. Hallbjörn. Bandar 875. Ljóta eitthvað. 830. Torgeir Vestarsson. Minn ancestor. Já, vá, það er 37 ætlir millag. Vá! Já, hérna. Héti hængur. Ekki vængur, heldur hængur. Sko, þetta er alltaf magna, sko. Ég mæli með að hérna gefa fólki svona DNA-kit í hérna tækifærisgjöf. Kemur mann stemmt óvægt, sko, gaman að sjá þetta en ég hélt að ég væri meiri íri í mér en þetta, en ok, 7,4% er bara fínt, sko, það reyndar og hver hluti að því kannski vel Sverige og Skoti, ég er bara mjög sáttið við það, sko. Vá, finnst það magna, sko, ég mæli með þessu, þarna. Kíkjum á þetta einu sinni áður ég slekka á þessu borði. Og hann er þetta var þóttulegur veður. Þetta er Heyrðu, bara takk fyrir að þarna horfa á. Allavega ég hafði gaman þessu, ég veit ekki með ykkur en það er önnur saga og væntanlega framhaldssaga. Sjáum til.